en uppeldisfaktorinn í íþróttum í þjálfun, hann stundum að gleymast á kostnað þess að fara að vinna að það dálítið stórt vandamál Hvað meinar með því? Bara svona aggressív hegðun líka hún leifist út af þú vilt vinna og þjálfur leggja rosa mikla áherslu að vinna leikinn bara að vinna leikinn á kostnað þess að mögulega að besti leikmanni sínu aggressíva hegðun gagnvart öðrum nota niðrandi tal og kalla kannski annan í hinuleginu þakka til dæmis, en þú einhvern veginn tekur út einu mynd og smellur að minna út að þú hefur á að vinna leikinn, skilur. Þannig að ákveðin hegðun þarf alltaf að vera legging og gildi og ef að einstaklingur fari yfir ákveðin mörk til dæmis, þá þarf þetta einfaldlega bara að hafa hann uppeldisfaktor sterkan. Og hann hefur dálítið finnst mér farið þverrandi í tek fótboltan sérstaklega sem getur verið aggressífur. Þessi uppeldisfaktor hefur dálítið verið þverrandi á kostnað þess að alveg góðan einstakling sem við sjáum einhvern veginn í landsliðunum okkar þá einhvern veginn með fyrirmyndar einstaklingu oft í þessum íþróttum og það einhvern veginn að hampa þeim meira sem fyrirmyndar einstaklingum og hvað gerði það að þeir komist á alla leið en séum ekki gleyma því að 99,9% í íþróttum ekki að fara í afrekspælingar. Þetta félagslegt social að vera í íþróttum, að læra ákveðna virðingu, læra ákveðna liðsheild, að vera hluti á hóp og fullt af svona gildum sem það svona aðmálið sem við þurfum að þjálfa upp. En þjálfarar kannski gleyma því eða hvað, að einmitt fæstir þarna eru að fara í atvinnumennsku eins og þau eru með kannski unga drengi bara í yngstu flokkunum. Ég bara sem móðir 2 ungra drengja alveg svona svolítið á bremsunni sérstaklega með fótboltan ef ég alveg hreinskilin að setja það í fótbolta af því einhvern veginn að maður upplifir þú veist einhver svona skaðlega orðræðu í kringum fótboltan, bæði hvað varðar útlendinga, hinsegin fólk og ýmislegt sem hefur svona verið grasserandi. Það ekki það að ég standi inn í íþróttaklefa hjá köllum og viti nákvæmlega hvernig þetta en þetta svona einhver orðræða eitthvað sem maður heyrir af. Þú veist, erum við að missa boltan svolítið þarna? Ég meina, já, ég segi það fyrir mitt leyti, ég alveg stressuð að setja mína stráka í fótbolta út af akkurat þessu og ég myndi frekar, ef þið myndi biðja það, þá myndi ég sjálfsögðu leyfa það, en það stressar mig. Fótboltinn svona stressa mig bara sem móðir ungra drengja. Hvað segið þið? Ég í ruglinu? Já, ég held að það skiptir rosalega eins og bara með allt í lífinu hvort þú sért á vinnumarkaði í skóla eða tómstundum að það skiptir bara svo miklu máli hver yfirmaðurinn, hvað kennarateym ertu með, hvað þjálfarateym ertu með. Af því að þegar við búum í samfélagi sem svona performance driven, það verða allir að vera á toppnum, þú mátt aldrei tapa og þegar að krafan svona sterk á að eins og tek sem dæmi hjálpaði mér aðeins ef ég að bulla hérna var þetta ekki 50 flokkur í fótbolta þar sem að leikurinn fór 1-1 og vítakeppnin eða eitthvað var vittlaust þannig að leikurinn var endurtekinn og þeir þurftu að skila gullmedaljónu sínum. Þetta var eitthvað svona. Hvað þetta gamli krakkar? Þetta 10 ára krakkar, 10-11 ára krakkar. Og getur það 4 flokkur Akureyri minni mig fyrir eitthvað. Það var eitthvað þannig manni gott. Þetta var bara algjörlega glórulaust af því að sem sagt leikurinn var stoppaður held ég eftir að annar liðið skoraði í framlengingu en þau kláruðu ekki alla framlengingin var ekki nógu löng eitthvað sem að þýðir basically en bæði lið höfðu jafnan tíma til að skora og annar skorar ekki hitt en þó að fekk ekki þessar auka mínútur og þá þurfti að endurtaka leik hvaða fyrirmyndir eru við að setja með þessari hegðun við sem bara fólki sem stöndum á baku börnin því að núna á ég líka 2 stelpur sem eru báðar í íþróttum og ég rosalega stolt að segja það að báðar þessar stelpur segja stopp, nú ert þú að fara við mín mörk hvort sem þjálfari, samspilari besti vinur eða versti óvinur að þær geta báðar sett sér mörk og þetta eitthvað sem við þurfum að imprinta inn í krakkan okkar og ég sé reglulega þetta ekki algilt bara mitt viewpoint að stelpur þurfa að vera betri í að setja mörk og strákar þurfa að vera betri í að virða mörk. Þarna sé ég þetta á hvort sem þú sért í 1. bekk, í grunnskóla, menntaskóla, háskóla. Þetta virðist svolítið eld okkur upp í gegnum allan þroskan og þarna kemur kannski að því að við erum ekki að fá réttu skilaboðin sem börn. Þannig að með því að setja börnin í fótbolta eða ekki, það fer rosalega mikið eftir hvernig liðsandinn í þeim flokkum sem þeir fari. Hvað margir jákvæði leiðtogar, hvað margir neikvæði leiðtogar. Veit þjálfarinn almennt hvaða hugtök þetta eru.
þekkir hann hvernig á að byggja upp samstöðu og samvinnu innan liðsins, eru þessi krakkar líka saman í bekk, eru vandamál úr skólanum að færast yfir í íþróttirnar og öfugt, verið að hampa þeim sem eru bestir, alveg sama hvernig hegðun þeir sína af velli, því að ef það ekki orsök afleiðing þarna á milli, hvort sem að séu foreldrar eða þjálfarar, að þá muni þessi neikvæði leiðtogar alltaf enda ofan á og það mun setja tónin fyrir restina af þeirra leiktíma, ekki fyrir að þeir lenda á einhverjum vegg og hugsa, ok, ég það kannski að bæta viðhorfið, attitude adjustment, þú munt lenda á þessu vegg á einhverju tímapunkti í lífinu, vona ég, því það er ekki gott að lifa svona endalaust. Nei, og náttúrulega ef að þú færð ekkert nema rós endalaust saman hvað þú gerir, að þá kannski verður einhver brenglun. Það er engar afleiðingar. Ég held að þetta er enda mjög góða punkti líka með sko þessi mörk og bara hlutverk þjálfara sem maður, þú veist, ég bara manna sjálfur hvað maður dýrkað og dáðu sem að þjálfara og reyndar leikt ekkert sérstaklega mikið upp til sumra sko, þú veist, þannig að þú veist, þetta valda ójafnvægi sem verður til þegar að þjálfari einhver megin er að eiga í samskiptum við börn og leikmennina sína, þú veist að það er eitthvað sem þurfum að vera ótrúlega meðvituð sérstaklega þeir sem að stýra félögunum og eru svona þau sem að hafa með hlutin að gera og geta stíið inn í og leiðbent sérstaklega ungum þjálfurum sem eru að koma inn, það er alveg gríðarlega mikilvægt, svo kunni ég alltaf að tala áðan með menntununa og þetta allt saman sem að þarf að vera sterkari, þetta hef ég dæmi sjálfur í handboltanum í Noregi þar sem að foreldrar eru oft bara, foreldrar besta einstaklingsins eru bara fengið til að þjálfa til að redda hlutum bara einhver meginn, þú veist, í einhverjum afdölum í Noregi en við erum sem betur þeir ekki þar að því að það er alveg svona, það er metnaður held í flestum þjálfurum okkar, fólk vill þjálfa þó okkur vanti fleiri en ég held að sé líka eins og við erum að tala áðan varandi sko umgjörðina, hún er rosa svona árangurstrifin, hún er bara bæði árangurstrifin, það er þessi A, B og C-lið, þú veist, það er landsliðsvölin, það er auðvitað í fótboltanum að selja leikmenn fyrir fúlgur fjár til útlanda, þú veist, og félögin eru bara að snemma, ég hef verið í samtölum við fólk og stíið þar inni það sem að bara vera að tala krakka sem eru 7-8 ára, sem svona potential eitthvað svona sem að, ég ætla ekki kannski alveg að segja að umræðan hafi verið söluvara en nánast hefði verið að segja það undir niðri, þú veist, það var bara verið að svona pointa át efnilegasta liði sem áttir að verða einhvern tímann svona að peningamaskínu fyrir okkur, þannig að þetta allt saman er svona pínu svona rugglarsystemið en ég held að þetta líka kannski að svona tala á þeim nótum með þetta að þjálfarar eru sterkar fyrirmyndir, þeir geta verið jákvæða fyrirmyndir og við þurfum að einblína á það sem er gott og það sem er jákvætt og það sem að við getum gert sem að, þú veist, nú starfa ég reyndar ekki lengur innan hreyfingarinnar en starfa fyrir hinsegin samtök og það er mér mjög, þú veist, kært líka, þú veist, að hugsa hinsegin fólkið okkar, þú veist, að ég kem út, þú veist, þetta bara homu upp allt mitt líf eðlilega, þú veist, fæðist þannig, ég veit, það ekki að missa hökuna í golfa, það sé þannig, en ég þetta inn í skápnum til 25 ára og heyri alls konar hluti, þú veist, sem að þú veist, frá akkurat þjálfurum, þú veist bara, Kári hefur aldrei verið við hvern mann kendur og til dæmis sett inn í búningsklefa þegar 18 ára og ég hugsaði bara þá, shit, það er bara áta mig hérna inn í klefanum, skilur mig, þú veist, þetta er og ég er ekkert viss að hann hafi verið að meina eitthvað illt eða eitthvað, mögulega, þú veist, en orð skipta máli og núna, þú veist, 20 ára setna, man ég þetta bara eins og þetta gæsti í gær, sko, þú veist, bara, hvaða klefi og hver sagði þetta?